Nú erum við stödd í 4 herbergja íbúð í Safameri 58-68. Hér sjáum við anddyrið. Í anddyrinu er skápur með fataslá og hillum. Hér til hægri er fyrsta svefnherbergið. En í minni svefnherbergjunum þá er engin skápur. Við höldum síðan áfram. Hér sjáum við baðherbergið. Hér er speglaskápur. Og sturta. Það er sturtugler. Salernið. Hérna bak við hurðina á hliðina á vaskaskápnum er pláss fyrir þvottavél og barkalausan þurrkara. Við höldum áfram. Hér sjáum við alrýmið. Hér til vinstri er annað svefnherbergi. Og hér er síðan stærsta svefnherbergið og þriðja svefnherbergi í þessari íbúð. Hér er fataskápur með hillum og fataslá. Ég heldur síðan áfram og göngum inn í alrýmið þegar stofuna og eldhúsið. Við skulum skoða saman eldhúsinnréttinguna. En hér er lítil eyja. Það eru hefðbundnar skúffur og bakaraofnin og skúffa undir honum. Hilluborðið, fleiri skúffur. Hér er síðan pláss fyrir ísskáp. Og hér fyrir 60 cm breiða uppþvottavél, en hún er tengd í gegnum gatið hér í horninu inn í skápinn hér. Hér sjáum við vaskinn. Það eru hillur hér við hliðina á vaskinum og svo ætla ég að sýna ykkur inn í efri skápa, en í öllum efri skápum eru hillur. Þannig að svona lítur eldhúsið út. Nú skulum við fara yfir íbúðina aftur í lokin. Þannig að við horfum hér yfir alrýmið.
Hér er hjónaherbyggið, svefnherbyggi 2. Hér er gangur og anddyrið, baðherbyggið, svefnherbyggi númer 3 og við endum þar sem við byrjuðum í anddyrinu.